Það eru að fara að renna upp skonar uppgjörstímar í Sjálfstæðisflokki. Það er nokkuð ljóst. Það er krafa frá þeim sem að vilja auðvitað völdin að það verði stokkað upp í forystuflokksins og margir sem tala að það sé ykkur löngu komin tími á Bjarna Ben og svona. Og við finnum það núna, við skynjum það á umræðinni að það er aukinn þungi í því að það er verið að tala landsfund flokksins sem sumir vilja fresta og aðrir vilja að verið kýlt á. Og þarna er viðtal við Elliða Vignisson sem hefur sjálfur verið orðaður við formannsframboð. Hann er sjálfstæðismaður sem er ekki í Árborg, hvað stáður á Selfossi og hann er var einu sinni bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, það ekki? Jú, hann er Vestmannaeyingur. Hann er Vestmannaeyingur, rétt. Og hann er náttúrulega svona öflugur, með munnin fyrir neðan nefið á sér og svona. Og svo sjáum við myndir af hinum sem að koma til greina svona í þessari umræðu. Þetta er ekki álitlegt fyrst mér. Nákvæmlega. Áslaug Arna, Guðrún Hafsteinsdóttir, Guðlaugur Þór og Þórdís Kolbrún og Elliði Vignis. Það er bara málið. Ég veit að það er hávær krafa núna að Bjarni Ben sé búin að koma flokknum í lægsta fylgi sögunar og nú sé flokkurinn í stjórnarandstöðu og þetta sé ekki hægt að sættast og það verði að stokka upp í forystunni. En það er nákvæmlega sama tilfinning einhvers og ég finn einhvern veginn bara eins og fyrir kosningar að þá eru margir að tala nú verður Sjálfstæðisflokkurinn að fá frí sko, hann er búin að vera allt og lengi í völd en staðreyndin er svo að okkur er best borgið með Sjálfstæðisflokkin í ríkisstjórn. Það hefði verið langbest, þetta er mitt mat, að miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur hefði getað myndað ríkisstjórn með helst Viðreisn. Þannig að þetta er svona hrein hægri stjórn. Og allt tal hitt sko einhvern veginn að það er sér nauðsynlegt að Sjálfstæðisflokkurinn fái frí og svona held ég meira svona byggt á því sem að fólk heldur að það eigi að segja og heldur að eigi að vera með þá skoðun þegar þú ferði í heita pottin í lögunum og svona en það er í raun og veru samt bara bull skoðun og ég held að það sé sama með Bjarna Benediktsson í raun og veru að það er engin betri kandidat þarna á meðal flokksmanna. Elliði talar þarna og það er svona það nýjasta sko að hann er hérna komin og hann segir að sko það sé eins og fyrirstinn segir kann að vera þjóðráð að líta út fyrir þingflokkin að þurfi ekki endilega að vera einhver úr þingflokki sjálfstæðismanna heldur einhver kannski úr sveitarstjórnarstiginu sem að geti verið formaður flokksins og það er alveg góður punktur svo sem hann segir að það kunni vel að vera að sjálfstæðismenn vilji sækja sinn næsta formann af sveitarstjórnarstiginu en ekki úr þingflokknum. Ég held samt sko ef við ætlum að bara Bjarni Ben á leiðinni út sem er alls ekkit víst þá þurfum við sjálfstæðismenn að fá einhvern öflugri frambjóðandi heldur en einhvern af þessum 5. Ég er mjög skotin í einum hana. Já, hver er það? Það er hann að Spursmálskaginn. Spursmálskaginn? Já, Stefán Einar Stefánsson. Ég held að hann... Þetta er góð hugmynd. Það er ógæðslega bara komin hann það er búið að tilnefna sem mann ársins. Nákvæmlega. Hann er búin að vera hefi svona highlight, hann mun ná ungarliðinu. Nákvæmlega. Hann réttu liðið ofan í sig ef hann vill það sko. Já, þetta er, ég ætlaði að segja Halldór Benjamin Þorbergsson. Já, hann er náttúrulega búin að vera nefndur í mörg ár. Já, eða gaurinn sem þú nefndur daginn, hann fjárfestirinn, Já, Heiðar Guðjónsson. Já. Og það eru margir aðrir geggjaðir, svona hægri menn sem að maður verið til. Ef þetta Bjarna Benediktsson út, þá verður það að fá eitthvað svoleiðis. Og ég reyndar, skal viðurkenna það, Stefán Einar Stefánsson hann hafði ekki hvarlað að mér, en leið þú segir það. Já. Það er solid hugmynd. Já. Það er alveg rock solid hugmynd. En hann er umdeildur. Það er það sem við þurfum bara, eitthvað svona millenni gæja, skilur við bara. Nákvæmlega, ég held að það sé ekki slæmt að hann sé umdeildur. Nei. Hann er bara, þú veist, það eru margir sem að þóla hann ekki, en það er alltaf einhverjir sem að þóla ekki formann Sjálfstæðisflokks. Já, sama hver það verður. Alveg sama hver það er. Og ég held einmitt, það er því svona til þess að tróða enn frekari sokk onni vók liðið. Að Stefán Einar Stefánsson yrði formaður Sjálfstæðisflokksins. Og Sjálfstæðisflokkurinn myndi vinna stórsigur í næstu kosningum og Sigmundur Davíð og Stefán Einar Stefánsson myndi taka völdi. Það væri rosalegt. Það væri svakalegt sko. Tveggja flokka stjórnmaður. Já. Það er gett. Það yrði bara prima notch. Og litla veislan. Sjáu þetta fyrir ykkur. Það yrði sko, vógliði myndi hárreita sig. Já. Það myndi plokka af sér hvert einasta hár
í bræði og og það er ég farið nýr á Arnarhóla öskra hú á feðraveldi og allt þetta. Það er bara veisla, alger veisla og En svona maður pæla líka, þú veist, ég eitthvað kona sem gæti, þú veist, ekki þessi sem eru þarna, eitthvað svona kona í viðskiptalífinu eða eitthvað svona, þú veist, sem... Hún hefur verið nefnd heiti Ásdís bæjarstjóri í Kópavogi. Já. En þú veist, eins og engin svona... hún og Þórdís Kolbrún, skilur, það er talað þær sem svona öflugar stjórnmálakonur, en þú verður að hafa einhvern húmor. Já, þú verður að vera eitthvað. Svona nánast algjörlega gerilsneyttar öllum húmor. Já, þú verður að geta svona, þú veist. Og verður að geta slegið og létta strengi. Og rifið kjaft, skilur, verður bara með bein í nefnu. Já, og það er alveg ljóst að Stefán Einar Stefánsson uppfyllir allar þessar kríteríur, sko. Og rúmlega það og það myndi, þetta að fá Stefán Einar Stefánsson til þess að, þú veist, sigra kosningar og verða einhvers konar leiðtogi, það er svolítið eins og að fá Donald Trump, sko. Já, ég er mjög, þú veist, mér finnst þetta bara að vera maður ásins, bara eftir að horta hann í spursmál og bara svo líka þegar hann var með þetta hann var með hann í Hjörvari Haflega, hvað heit þetta hann? Já, var með Epic Bet voru með kosningavökunna. Já, hvað kallað þetta Dog Zone, einmitt. Já, hann var geggjaður þar, þú veist bara. Það var alveg geggjað, sko. Það er kannski ráð fyrir Epic Bet að setja upp, sko, hver eru næsti, eru þið konur með það kannski, hver eru næsti formaður Sjálfstæðisflokksins. Já. Og þar, ef þeir ætla að setja upp það veðmál, að þá verða þeir að vera með Stefán Einar Stefánsson, sko. Það er bara, það segir sér bara sjálf. epicbet.is politík hvað er búin að taka út politíkina? Kannski, já, það er kannski ekki í boði bara akkurat núna þegar það er enga kosningar eða eitthvað. Já, lítur að vera eitthvað svoleiðis þá. Ég sé enga politíkin á Epic Bet akkurat þessa stundina en núna er sem sagt alveg pottjættur tími til að fara að setja upp veðmálið hver verður næsti formaður Sjálfstæðisflokksins og það væri náttúrulega geggjað að hafa þar Stefán Einar. Við erum að búa til, við erum að making history hérna, sko. Við erum að tala þetta fyrst í Harmageddon. Svo skella Epic Bet menn þessu inn á vefsíðuna sína. Það fyrir að kynnast undir, raddir fara að tala, Stefán Einar Stefánsson mæti síðan á landsfund, býður sér fram og sigrar með yfirburðum. Við erum að skapa söguna hér. Já, ég held að. Í þessu stúdíói hérna í Ármálunum. Það er bara þannig. Og ég myndi setja allan peningin minn undir. Ef að Stefán myndi bjóða sér fram, þá er það svo sætt, sko. Það er ekki annað hægt en að sko, sjálfstæðismenn myndu kjósa, sko. Já, sko, ef þú væri líka sko þetta frá svona eitthvað svona kampæni, ef þú væri svona kampænir, þú veist, hann er með svo mikið meðbyr með sér akkurat núna til að taka þetta. Algjörlega. Skilurðu? Hvernig fór kosningin maður Ársins og Vísi? Það kemur ekki ljósaldíðinu fyrir bara... En það er sama... Ég kaus hann allavega þar. Já, ég gerði það líka, 100p. En það er sama eins og, sko, það er svolítið eins og Frosti Lóðarsson var hérna í fyrra, sko, kosningunni. Já, hann var frágæði núna, skilurðu. Og þá er það þannig, sko, að þó hann verði í efsta sæti, þá er það rigga, sko. Já. Við getum ekki átt Stefán Einar hana. Það er allt brjálað. En þetta er málið, þetta er alveg, hér eru að tala saman, sko. Þetta eru að búa til einhverja hugmyndir, sko.